Þá skoðum við umsagnir í setningafræði. Aftur, við erum ekki að greina í orðflokka, við erum að greina setningalega stöðu. En það vill svo til að með umsagnir þá eru þær alltaf sagnorð. Þannig að þegar að þeim kemur þá kemur þetta nokkurn veginn á sama stað út. Og það er mikil vísbending fólgin í nafninu umsögn. Umsögn er sem sagt sögn með eða án hjálparsagna, við skoðum það eftir smá stund, í persónuhætti sem myndar kjarna setningar. Og eins og þið vitið, þá er setning alltaf, hver setning inniheldur sögn. Og þú getur vita hvað eru margar setningar í málsgrein með því að skoða hvað sagnirnar eru margar. Eina undantekning á þessu er að stundum er sögnin með hjálparsagnir, sem er ekki sjálfstæðar sagnir, heldur bara styðja við sögnina. Þegar sögnin stendur ein, þá er þetta bara eins og hér: ég las bók, Halldór er stór, keyptir þú þessa bók? Getur líka verið spurning. Og við munum að við finnum frumlagið með því að sjá hver það er sem umsögnin vísar til, hver er það sem er að lesa, hver er það sem er stór, hver var það sem keypti bókina, og það vísar alltaf yfirleitt á fallorð í nefnifalli, nema að sé frumlagsígildi eða gervifrumlag. En í þessu tilfelli ætlum við bara að skoða umsögnina. Sögnin þarna er las, er og keyptir. En stundum þá er umsögnin samsett: ég hef oft keypt bækur, ég hef verið þarna, hann mun hafa komið í gær, ég hef oft verið að hjóla. Þarna eru greinilega hjálparsagnir. Hafa og vera eru mjög algengar hjálparsagnir, og við sjáum að það er alltaf ein aðalsögn. Hef vísar á keypt, hef vísar á verið, mun hafa vísar á komið og hef verið vísar á hjóla. Og aðalsögnin þarna er litur rauð og hjálparsagnirnar eru litaðar bláar.